heyrðu. Það fær enginn þar recall í dag. Carryboy er búinn að bara halda Jakobsson í burtu og þeir beita þá til þess að bakka og taka hann að Baron algjörlega frí. Wow, vel spilað. Mjög vel spilað, sendu það hana einan á bot til þess að pusha og á með þeir forsa restina Gainers í burtu og taka hann að fría Baron. Ansi frír. Erri. Það styrmið út. 10 sekundar DC. Ok, nefnum, það er komið aftur. Velkomin aftur. Já, 23 viewers. Wow! Við viljum Celebs. Við viljum fjórfalda þetta í kvöld. Allir fá vinið ykkar til að horfa. Hringið í mömmu ykkar, hringið í pabbi ykkar, hringið í alla. Segið þeim að horfa á HR-ringinn. Já, búistu hvað leikjum alveg til miðnættis í kvöld eða eitthvað? Ég veit ekki. Eitthvað þannig? Já, alveg langt frá það dag allavega. Þetta er bara rétt að byrja. Rétt að byrja. Við sjáum að það er topp að púsa með þetta ekki fyrst. Já. Við erum með TP. Þá langar einn Hackabunny með blast. Tóndi yfir á Bacon-samloku og hann fellur gjössalega. Ari reyna að halda Jakobsson í burtu en Young Steamy þarf að kæta einn þarna baklínuna. Hann nær að kæta Durg niður og það er double kill fyrir hann. Og meðan Ari er pressuraður í burtu af Hackabunny ultíinu. En þetta er 2 fyrir engan trade hjá aðþrengdum eiginkonum. Og það cancelaði sig í teleporti á sér og ákvað bara í staðan að taka inhib. Þannig að þeir... Já, hann er kominn inn í baseið. Yep. Og Jakobsson getur voða lítið gert á móti þessum Rek'Sai. Og Young Steamy godlike núna, kominn með þennan skaða. Og Tham er hinum megin við vegginn til að taka á móti Eita, Feita og Hackabunny. Mjög flott hjá aðþrengdum eiginkonum og þeir eru komnir núna með 2 inhibir þarna. Það bara... já, og með Baron-buffið það er spurning hvort þeir ná að klára hana leik bara. Ég held ekki að geta neitt stoppað það. Það minna fyrir dæfið þér á Durg og nær honum ekki alveg en fá 1 Nexus Tower. Vá, Kemur. Master 120 klára Carryboy. Og það reyna að fara í dæfið en hann er tekin út. Jakobsson fær þetta kill og Durgur er kominn til að stoppa Ara. Og mid-inhibitorinn respawnar. Þannig að þeir léttar aðeins á pressurinu á þeim. Já, þetta... Þannig að þeir voru alltof lengi í baseinu. Þeir voru ekki alveg vissi hvað þeir vildu gera. Þeir farið inn vildu fara inn á Bacon-samloku en veggurinn stoppaði það. Það er svo skemmtilegt að Himby eru komin á þessu seinni level og komin með búin að upgrade eitthvað í veggnum sínum og hvað hann verður svo fárlega stóra því að hún er ekki búin að upgrade neitt þannig að við vanum þessum litla vegg en vá hvað þeir meittu þannig Young Steamy og Bacon-samloku saman og Vlad ultið, vá það nær Young Steamy. Ég bjóst ekki alveg við þessu en Ari er komin inn í engage fer beint inn á Master 120 og hann getur ekkert gert í þessu. Bacon-samloka algjörlega að bræða niður Eita Feita og Jakobsson sleppur ekki frá Ara og Bacon-samloku komboðinu og þetta er 4 þetta voru 4 móti 3 og þeir fá 4 fyrir 1 í þessu treyti og inhibitor. Já, þetta er eiginlega bara Bacon-samloka. Young Steamy er farin að gera mjög mikið skad. Já, hann er kominn á undan Jakobssoni núna. Þeir ætla að bakka rúlandurum. Já, svolítið slagir leyfa Superminions að koma inn í base á þeim og taka þá botlinið. Fá hann 3. inhibitor sem að mun gera lífið hjá Gainers algjörlega lífið leitt. Núna held ég þetta sé bara tímans fyrir smár.
Já. Skella sér niður á bot, siege að róleitum. Já. Enginn ennþá farin í nýja Siegs Harbinger. Ég hefði viljað sjá það. Það hefði verið skemmtilegt að sjá það. Af því að þetta gefur svona pínu mekanik sem er bara algjörlega nýtt. Og að fá þannig að einhver nokkur krydd í röð getur breytt svo miklu í þessum teamfightum fyrir AD carryana sérstaklega. Og sjáum núna aðþrengdu eiginkonunnar þannig að grópa í kringum bot til að taka þriðjunni hinn hip. Gott í þessum kontrollinginu hjá þeim. Þeir bara eigna sér hérna jungle. Góður spelsíð. Já, 30 mínúna leikur, aðrendar eiginkonur, 16k á undan gullinu. Þú sjáum að fyrir að reyna að verja næstu störðin. Já, þeir geta ekki defenda þetta svona mikið. Vá, sáu þið skaðan hjá Bacon-samloka yfir á Master 120. Og Tham og Young's team bara inn í baklínuna algjörlega bræðaði niður og hann lifir af Vlad ultið og þetta er 2 fyrir engan trade og þeir ná að öllu líka kláran leik sínir mér. Sjá hvað Bacon-samlokur er meiða bara tankana svona mikið og þeir geta ekkert gert í þessu. Young's team að kritta hægri vinstri, double kill fyrir hann. En já, Bacon-samlokur gera 1100 damage með einu sínu. Það er mjög eðlilegt. Og það er þessi fetta Nivea sem þarf að passa að sjá. Komin núna hérna 2 leikir að ég veit ekki alveg hvað ég að segja við því, en já, hvað? Að Nivea er augljóslega best. Já, greinilega, við erum búin að sjá hann orðið núna hérna virkilega flott á 2 leikir á streaminu. Ja, þetta var, mér finnst þetta vel spilað í báðum liðum og eiginlega bara kannski að Geinis hafi pikkað aðeins og safe. Já, þeir voru líka eitthvað. Nei, já. Aðþrengdu eiginkonurnar spiluðu þetta mjög vel. Tham fór að rúlla á Riven og Bacon-samloka fekk bara rúlla sjálfur farmi og ekki hvað. Þetta var bara að hafa mættir í fuglafóðurstyrnun í H-Cup. Hefði ekki getað sagt það betur. En já, þá ekki bara henda ykkur í pásu fyrir næsta leik. Já.
Days come and gone, feeling undone, shattered and torn. How will we belong again? We stand in line and we amend for a better time. Já, við erum velkomin. Leikur döðdagsins. Þetta er Glacier Mafia Glacier Mafia á móti Skákamátt. Móti Skákamátt, já. Ætli Gísli Pálmi sé hérna? Undir hvaða username hann er? Þetta er á djúpa bandarfermi. Já. Hröð, snögg Hröð ákveðin bönn, já. Takk út Ari frá Solitaire. Solitaire mjög mikill assassin millinu spilari sko. Mikill svona Ari og LeBlanc spilari. Taka reyfuna Turismo Og Rek'Sai af Diddan sem hann hefur búinn að vera að spila mjög mikið á samt Vi og Gragas. Það var þetta Mr. Smile er búinn að jungla við Elise og hún alltaf er sterk núna. Mjög svo. Og hann Retro sem er toppleiðurinn fyrir hvað nafnið datt úr hausnum á mér? Glacier Mafia. Glacier Mafia, takk. Hann er búinn að spila mjög mikið Mago fyrir síðkastið og hefur verið að spila það núna á mótinu. Þannig að þetta band kemur ekkert sérstaklega óvart. Það er hans helsta comfort pick topp og er ekkert mjög margt annað sem kemur kannski nálægt því akkur núna. Já, ok. Þeir first picka Alistar
Já, hann hefur verið first pickar í langflestum leikjum okkar sem við höfum séð. Ég meina mjög bara ef ekki sá besti support núna í þessu meta með svo gott píl fyrir AD carryinn og færir engage og bara allan pakkan. Þú pekka Caitlyn og Gragas. Já, ég er svona Nei, Diddy hendur í Nunu. Nunu? Já, nú þetta Það er ekki eitthvað sem hann búinn að spila eitthvað Nei, og ekki eitthvað sem maður sér rosalega mikið. áhugaður svona Já, síðustu sekúndunni. Já, Törlutök Black hentu í nokkra Nunu-leiki á Fálkanum og Nunu? Já, og en það er það eina sem ég hef eiginlega séð á Nunu þetta árið. En já, það er spurning hvort það ætli fari eitthvað svona pínu Protect AD Carry komp að hjálpa Mad Monkey að standa lengst út fyrir og bara skjóta það niður. Já, og Glissur ætla bara að taka hérna all-in dive. Já. Mr. Smile fílar Nocturne, spilar hann mikið, spilar hann topp til dæmis og þetta hún líður bara mjög vel á honum. Ég held að hann hafi meinað hann einhvern tímann í seasoni, ég voni sér ekki að ljúga. Það er spurning sko hvað skákum á bikarmóti þessu. Já, þeir Fyrst að þarna Alistair er farið, þá spurning hvort þið tekja ekki bara Jönnu. Jú, það getur vel verið. Super safe baklína. Mér finnst þetta mjög skrítið hvað við erum ekki að sjá mikið af Kallistu pikkaða í núna upp á síðkastið. Það er nú mætt. Þú prediktaðir þetta alveg upp á hár með Jönnu. Takk fyrir. Og Alveg upp á hekkaði hár. mig. Já, hekkaði þá. Ekki jafn sterkur var, en þó peinandi. Já, mjög pirrandi. Einhvern tímann hættir Turismo spyrir með tilfinningum mínar og lokkar inn Tímó. En þangað til býðið. Spurning hvað midlane Solitaire mun taka það sem þau tóku Ari frá honum og er núna að hafa verið á Akali. Já. Og retro lokkarinn Irelju líklegast upp á topplinið sem að Xavi er midlaner þetta. Og þetta kom virkar svona pínu sem ball delivery. Algjörlega, þetta er mikið að Þannig að hann gæti alveg vel lokkað inn Orjönnu sem að hann gerir. Það er svona spurning ef þeir ná til skóðu Alistair lock-upi með boltan hvort þeir ná ekki eitthvað bara að drepa þú veist, það var bara Caitlyn eða hekkar ef þessu ógnir hann. Ég er svolítið spennt fyrir að sjá hvað þeir pikka í villinu á móti þessu. Já, ég alltaf Nidalee er opinn, Viktor er opinn. Ég myndi sjá Viktor eða Asir kannski? Já, Asir, hann hefur ekkert fengið nein athygli á þessu leikinn sem við höfum séð sem ég finnst mjög merkilegt. Algjörlega. Og það er kannski fólk treystir sér ekkert í að spila hann en hann er svo sterkur. Ég held að hann myndi alveg skemma fyrir. Já! Það fór það. Hann hendur í einn Katarínu. Það eitthvað sem maður sér ekkert. Nei, maður sér ekkert á henni. Sérstaklega í svona competitive play. Hún er bara algjör solo champion.
En það var skemmtilegt að sjá hvað honum myndi takast að gera með hann. Nú er ég neikvæður og hef verið skammaður fyrir að vera óneikvæður. En mér finnst þetta svo dálítið bjartsýnt pikk. Ég fíla hann oft í tætlur. Ég elska Katarínu, mér skeið gaman að spila hana. En já, þeir eru með reyðlisturinn, þeir eru með Alstar sem er ekki góðu vinur Katarínu. Orjúltið. Ég veit ekki alveg hvernig þetta fer. Nei, myndi vel fór öll í tónið hana. Afsakað. Veitur það? Já, þetta er sko, þetta er miklu svona, allt annað. En já, við getum núna tekið blokkarana af. Því þannig Þeir eru komnir að loada inn game. það er ekkert svona eitthvað sjokkjörandi. Nei, alls ekki. Þetta er ekki að byrja að lega mid. Ekki Orianna top. Þetta er bara exhaust á móti hætturum í báðum liðum, báðum liðum. Ekki heldur Orianna support. Orianna support, Ali top og Rilja mid. Einn daginn. One day. Enginn er nýfið að pikkuð. Nei, það er kombo-breakerinn. Kombo-breakerinn núna, en ef við myndum fara aftur í að fara í Þúrsaran, að setja hann á annar liði, þá held ég að Glacier Mafia ætti að hafa þetta. Finnst þér vera með meira svona solid lið bara, og ég meina þeir geta dæfað auðvitað inn á Mad Monkey Co. þar sem að með Nocturne og síðan í Rally og boltanum, og ef að Solitaire ætlar inn þá er Gummur Brown bara til þess að stoppa hann. Ekkert besta já, þetta er ekki skemmtilegt fyrir Katarínu að lenda á móti Alistar, en Ég hef svona áhyggjur af því ef að þarna mafían kemst undan og byrjar að vinna snemma, þá séu þeir bara að fara að vinna. já, ég held að vilja klárlega fá í Rally og Graves til þess að byrja að rúlla, og Rihanna getur náttúrulega alltaf farmað sig upp til að ná þeim aftur, en ég heldur hjá Skákoma þurfum við virkilega á að fá Solitaire til þess að verða mjög fett. Engin pressa. Endilega nota töfluna á bakvið. Tegna saman þessu rift og fallaðan drega. Herru já, við kannski gerum eitt. Ok, við erum að komast að því hvar. Svona. Hérna er það efstar sem sést á streaminu hjá okkur. Þannig að þú ert rétt fyrir ofan. Passa ekki. Svona. Skrifa upp alltaf lítið. Jæja, Sölvi minn, getur þú sagt eitthvað jákvæmt og konstruktiv í dag? Svona. En að Veitur það? það er gott. Við kannski tökum eitthvað á þig líka. Já. Það, já. Þetta er alveg alls ekki lesanlegt. Svartur? Já. Þú mátt bara með þess að skrifa þitt eigin nafn. Það er ekki skrifað. Svartur döður. Þetta gengur gríðarlega vel hjá okkur. Blái döður. Blái. Þetta er enn döður í penni. Og... Nei, bara. Rauður ekki döður. Ok, þá eru bara báðir rauðir í dag. Já. Frábært. Glæsilegt. Nei, ég ætla að vera í öllu litunum. Það er gamepad. Maður þarf að vera... Jú, þessi eru vissulega. Við erum að loada þetta leikinn. Mun gerast á endanum. Þetta er beautiful. Svona. Glæsilegt, heyrðu. Við erum... Það sé ekki, ég ætla ekki að borða því svona fast. Komin in game. Ég misti á skinninum, ég veit ekki hvort var. Við erum að
aðeins lag. Svona. Já. Það kom í lag. Svona. Það er verið svona rosalega löng nafn. Þeir eru full skinnaðir í skákamát. Þeir hafa verið að hlusta okkur á hann og vita að þetta skiptir líka máli. Það eru 4 skinn hjá Glacier Mafia. Kemur. Gengur betur næsta ári. Já. Kemur á næsta ári. Kemur. Engi gleymi Trinket í þetta skiptið. Turismo fór bara í flask og ekkert meira. Já. Hann á alveg klárlega gull fyrir meira. Hann er með 130 gull í vasanum. Já, hann ætlar að taka eitthvað og bakka og kaupa sér fallegt. Já. Spurning hvað það verður. Hann tekur örugglega kjúklingana, eða hvað segir þetta? Razorbeaks. Razorbeaks. Kjúklingarnir. Ali kjúklingarnir. Nei, svínin. Vá. Halló, kaffi. Anyway. Já. Virka að vera svona bara frekar típist start. Engin næstur í að hann tekur úlfana, en ekki... Það er ekki nógu mörgunum eitt. Já, Turismo hendir sér á úlfana í staðan fyrir að skella sér á KFC. Þeir ekki eitt góðan boxmaster, er það ekki eitthvað? Það er eitthvað, jú. Það er eitthvað. Vissulega. Diddi, hann fer á gromp. Ég held hann ætlaði að taka solo buff. Hann gerir það. Já. Eins og hann gerir seinast, þá tekur hann solo buffið og gefur botlinunu grompin. Og Retro og Mr. Smile fara henni í duo jungle-ið í smá. Og botlinu hjá Glacier Mafia tekur golems, þannig að... Þetta er áhugavert. Retro tekur alltaf skaðan, hann er mættilega bakk og teleporta. Já. Og Smile ætlar hann að kíkja strax þá, ætlar hann að kíkja í rauða, nei. Það eru krabbarnir. Já. Skákamát komin inn á level 2, fara beint inn á John Weekend og ná að koma þá vel út úr leininu. Þeir pussaði þetta betur og komast inn á þetta level 2 undan og kom þeim algjörlega í gott líð. Mr. Smile hendi ward á redbuffið hjá Didda og spurning hvort hann ná að stela sem hann wardaði. Fer neðra megin við hann sér HP-ið á buffinu og fer inn. Hittir ekki en Diddi tekur buffið en Mr. Smile er eins og með að Didda pínu en þeir flýja báður út úr þessu. Solitaire leiðinu upp á við en Xavi er á hælunum hans. Smile er ekki á góðan stað í lífinu. Ó nei, Turismo mætir honum á útgönguleið. Retro er með og Solitaire flassar inn. Ignite brennur á Mr. Smile, það vantar pínu lítið að klára en Ignite er ekki nóg. Og fá þarna báða summoners frá Solitaire. Veit ekki, ég ætla að skoða þetta betur hvað hann hendi kúinu of seint. Flassar inn og hendi kúinu seinast, þannig að hann prokkar ekki passive damage-inu sem skiptir gríðarlega miklu máli í kombóinu hjá Katarínu. Núna Glacier Mafia botlinni reyna að sína smá aggression eftir þetta early stuff frá skákamát. Slagir og góður. Nemo segir Nunu er besti championin til að counter jungle á móti. Sjá. Já, heldur betur. Algjörlega. Ekki að mála smæð stila frá hennu, sko. Já. Til vilja örugglega allir komast inn í
late gamein svona, eða reynda Caitlyn svona early mid finnst mér, en veit ekki, það mun þeir geta klárlega unnið það ef að Solitaire fær einhver pick á midlinunu eða ef hann fer að róma þá er það klárlega unnið þetta vel. Þeir eru að reyna að treyta inn eitthvað bort, það er bara ekki að gera Salmander þetta skildunum og Já, sjá bara hvernig þeir eru að spila þetta botlinn hjá skákum á Salmander stendur fyrir fram að leinið. Matmaki kom með traps út allt, þannig að Greifs getur ekkert gert og þeir það er reynsaðum líka. Og þóla það að þeir eru eftir á og Halli á Nocturne kemur á vorta fyrir þá, Já, sér en ekki vorts. Núna Solitaire vill örugglega bróðan fara inn á Xavi þar sem að hann fer að nálgast level 6 og Xavi átt mana en hann bakkar á þannig að gerist. Og Diddy ætlar að hefna sín. Langar að hefna sín. En Gummer bróðan fer inn á Charmander og hann nokkar inn í Mr. Smile. En hvar er Diddy? Hljópar einhvern burt en Charmander næra hlaupa í burtu. Þetta gæti verið hættuleg. Já, Solitaire komin en á meðan á topplinu þá fær Turismo First Blood. Solitaire aðeins í sig það niður, hann er ekki með ulti, vantar, ég veit ekki, 3 XP upp í það. Hefði það verið með ulti í þessum teamfight þá hefði það verið svo gott eftir að Gummer Brown hendur hann í burtu. En, ég meina, engu, vá hvað þetta var óhuppilegt. Ég þori ekki að hoppa og sjá First Bloodið. Já, ég skal athuga það fyrir okkur, sjá hvað gerist. Solitaire er hérna bara að hakka sér í. Dálítið hættur þetta að vera hana. Og Nocturne er ennþá level 3. Ok, fyrir ekki, var þengið level 4. En junglarnir eru báðir frekar rólegir svona í byrjun. Það sem gerist í First Bloodinu topp það var að þeir fóru bara í trade og hekkarinn var hann frekar, wow, heyrðu, sjáum Solitaire hann farin að Mr. Smile. Ignite brennur á honum, hann lifir þetta af, koma svo og Solitaire kemst út með resetinu. En já, þarna byrjar Solitaire sennilega að fara að rúlla á Katarínu. En já, First Blood hjá Turismo, þeir voru bara að treyta og Turismo næra spamma hann með kúinu þar sem hann var búinn að stakka upp cooldown minkununa á því. Og lifir af út af levelöku. Og Solitaire bakkar í needlessly amplifying tóm. Fyrsta bakkinn sem ég fengi. Við erum að sjá þess að vorta frá skákum átt. Þeir vita allt. Já, þeir eru heldur betur búin að vera að æfa sig, sýnist mér. Þetta var svona það sem þeir voru að ströggla á fólkanum, það var svona þetta og göngin hjá Didda, en þeir eru heldur betur búin að bæta sig og þeir eiga alveg nokkuð góðan séns í þessu móti, sýnist mér. Diddi mætti hérna á bot, það er búið að spotta hann núna. Já, og þeir bara ferði þetta tower tag að gefa Matmaki-Ko attack-speedið. Já, ekki alveg minions. Gummer Brown fyrir inn, Diddy leiðilega low. John Weekend nær ekki ultinu, það nær ekki alveg að stoppa hann, en hins vegar er Solitaire mættur og nær ekki að burstinu John Weekend og Ace in the Hole er blokkað af Gummer Brown. Flott roam en fengur flassið hjá John Weekend sem að Staðinn flassaði Solitaire, þannig að þetta er séns fyrir Glacier Mafia að gera eitthvað við hann, slöppa honum. Jú, heyrðu, sjáum við hérna Turismo fara inn á Retro og nær terrifæðinu undir minions og klára hann með hennu Rampage. Ég veist ekki að góði hjá ekkur hér Rampage. Við erum að læra svo mikið. Já, ég held að þetta myndi hitta eitthvað Whirling Death eða eitthvað. Nei, það er útlík að dreif. Já, ok, það er útlík að dreif. Eða eitthvað svona grjótart.
frekar en, ég veit ekki. Rampage, það er nú frekar hart, finnst mér, en alltaf... Já, en svona lýsir frekar ekkert hvað abilityin gerir. Ég veit ekki. That's just like your opinion, man. Retoples. Solitaire er að taka Sjafi niður og hann er ekki mikilvægt. Hann er mjög aggressiv. 10 sekundur ultið hans. Er að reyna að beita það niður mana hjá Xavi, en hann er með Chalice, þannig að hann rýtir sína mana mjög hratt þegar hann er lofa mana og ásamt í hann er með blue buff. Það er spurning þeirra svíbænum með Dregan. Já, getur framalega, en já, Charmander nær knock-upinn yfir á John Weekend. Það langar inn, en þeir eru ekki alveg með að Mr. Smile fer inn hérna á Matmoki Go og Charmander fór ekki alveg með tímastendingun á hreinu með Mansugun og þá langar að fara harðar inn. Xavi er með ultið sitt. Þá spara mana sitt núna ef þeir alltaf fara inn á fight. Turismo komið niður og Retro líka. Þeir verða að fara mjög og þeir byrja á Dregan, draga hann út. Þetta er ekki... Já, þeir þurfa að passa sig á þessu. Ace in the Hole nær að póka aðeins niður, en Solitaire er með ulti og Ignite, þannig að þeir gætu farið inn og þeir þurfa að fara inn núna. Gummi Brown er frekar low og ball delivery ekki alveg að gera sig. Nær Charmander og Turismo og Retro dæfurinn inn á baklínu, en Solitaire með skadan drepur John Weekend og nær öðru reseti, double kill fyrir hann á meðan Matmoki Go stendur á hliðarlínuna, tekur út Retro og Xavi og Solitaire klárar þetta Ace með triple kill. Frekar skrítin ákvörðun hjá Glacier Mafia þannig að taka hann drega með hann. Og fara svo og engagea. Já, þeir voru ekki alveg að ná þessu. Það langaði að fá Gummi Brown á Alistair til þess að komast inn á Solitaire og bara drepa hann strax, en það gekk ekki alveg þar sem að þeir bara drápu Gummi Brown, hann var ekki droslega tanki. Svona örlík þegar liðið þetta er allt í hálfu lífi. Það vilt ekki fara á móti Katarinn. Nei, alls ekki. Orðið núna 4-0-2 og þeir eru komnir tæpið 5.000 gull á undan. Já. Karriðanir hjá skákamáti eru fædd. Einmitt það sem vildu. Hekkarinn Katarína og Caitlyn öll orðin komið með kill og undan anstrengunum sínum. Og bara allt að fara í hæginn fyrir skákamát. Við erum að sjá, það er þetta skemmtilegt vissinkontról í báðaliðum skákamát er búið að sér hérna Bluesa junglið hjá Glacier, en Glacier er staðan búinn að tryggja sem neðreikningi alltaf vel. Það er spurning hvað þið vilja að gera næst. Glacier er ekki ennþá búinn að ná henni turni. Meðan að skákamát er að taka sinn þriðja. Sem alltaf bætir ekki gullmunum. Já, skákamát kom með alla ytri táurana og Glacier Mafia ekki neitt. Við finn kontról hjá þeim á mappinu öllu og spurning hvað Glacier Mafia vilja gera í þessu. Núna getur ekki tímfalla lengur því að ef þeir reyna þá þeir einfallega bara hekkarinn út í smettið. Katarína kemur og hreinsar upp á meðan. Já, og Matmoki Go stendur í réttur utan og bara gerir clean up eða bara gefa þetta sustaina damage sem þeir eru með. Spurning, þessi regla þarf bara að verða dálítið stór þannig að hún er bara splitt hvort yfir á. Þeir þurfa náttúrulega bara að farm upp sko, til þess að ná þessu. Þeir vilja fá þennan meiri late game út af Irelia og Graves og þá held ég að Caitlyn myndi falla svona freka niður, verða svona pínu með í þeim late game en Solitaire getur náttúrulega alltaf líka verið mjög stór ógn þar.
Já, það var eitthvað mikið að gerast. Sjáum hérna þeir eru að reyna að önka upp á Turismo og Glacier Mafia. Þeir eru hérna tveir að chasea hann en þeir ná ekkert að gera við hann. Það er ekki svo auðvitað að ná hekkinum. En Skákumát er hann ekki að gera mikið að leika sér þarna í skóginum. Nei, þeir voru með smá vision þannig að þeir átt að vita að þeir voru þríran á topplinn og þeir voru bara ekki alveg í stöðu til þess að klára þetta en sjáum Retroinn að færa á Turismo og reyndar hendu þig Ignite-in á hann sem var pínu óþarfi en hann nær hann vendanum 304 og Relia frekar 17 og þá litla leið í Triforce ennþá. Nú geta Skákumát bara Kriti hjá Turismo maður lappaði upp á Mr. Smile og krita hann en já við sjáum hérna Skákumát grúpa niður í botlininu og meðan þú veist þeir eru með Caitlyn, þeir eru með þarna Blood Boil frá Nuno, þeir eru bara að taka hérna turn og Xavi og Mr. Smile fyrir hérna á Turismo á topp og meðan og spurning hvort að já þeir ná honum 17 fyrir það en já John Weekend nær að halda Feifin í burtu þannig að Skákumát er ekki alveg að ná að berja hann að Tower þannig að mjög fínt að fá þetta 17 á Turismo algjörlega gefur hérna þetta er bara tóðið svipað í gær að allt í hennu stoppa leikunum dálítið. Já, Skákumát eru mjög safe þeir koma sér í þetta góða lead og róa sig aðeins, vil ekki gera neitt of aggressiv pínur hrættir við að þróa en þeir verða að passa sig að leyfa Glacier Mafia ekki að komast of seint inn í leikinn þar sem að þegar Retro verður komið með Triforce og Graves fyrir að one-shota fólk. Nú er Dragon að koma upp, Hekkarum er með TP. Það er spurning hvort að Glacier ekki bara gefa Dragon og reyna að fá hann fyrir turna. Já, þeir reyna að gera það, þeir eru að fá mid-wave til þess að pusha upp. Koma bara Xavi og John Weekend þangað. Já, þeir ætla bara í staðinn. Já, þeir eru með veifið og það eru 3 hjá Glacier Mafia bara annars þar á mappinu. Og Retro er topp í með TP en. Vá! Ludens Echo Katarina veiti John Weekend dálítið mikið. Og þeir eru ekki að fara inn að fight, þeir eru hræddir við shotbait frá Xavi. Það er solid fyrir pókmaskína með þessu Bouncing Blades. Ludens Echo komboi. Já, og þeir byrja á dreganum. Það ætti nú að vera annars við erum við dregi. Já, og lítið sem geta gert. Xavi er falinn með John Weekend. Ekkert svo að gera í staðinn. Turismo. Það var bara undir að teka towerinn. Alveg sama Retro. Sjáum Charmander flassa inn fyrir Xavi. Flott ulti hjá hann reyndar en hann er out of mana, hann getur voða lítið meira gert. Mr. Smile hendur úr paranoia, hann fer ekki inn á neitt. Og fá þarna flassið út frá Charmander fyrir ulti hjá Xavi. Já, flass og exhaust hjá Charmander, hann fór all in fyrir þetta. Spurning hvað Xavi getur gert sérdeguna á næstu 1500 gullum. Já, ég hefði viljað sjá Skákumát pressur á middi þarna vegna þess að Xavi var out of mana, Lohan gat ekki veifklírað og þeir áttu ennþá allt. Og það er hann sem er aðalóknir núna. Irelia er ekki að fara að gera mikið. Óbáslega nátt eftir CS-ið og hann tar svona tæplega 300 gull til að klára Triforce með 1000 gull í bankana. Og meðan þessi trekkarum á Triforce verður að klára Frozen Heart. Já. Irelia er ekki að fara að gera neitt við hann. Jú, aðeins með true damage síðan Graves allana síðan fyrir minna.
Já, þetta gengur ekki mjög vel fyrir Glacier. Nei, þeir eru samt, manni finnst skákamátt vera svona pín að gefa þeim sjens, en Turismo er alls ekki að sammála því. Fer inn á retro og Gummi Brown reyna að halda hann í lífi. Hann ultar inn Ignite yfir á hann. Charmander kominn í að reyna aðstoða hann og þeir eru 2-3. En, og lítið sem þeir geta gert annað. Karjan er ekki alveg í stöðu til þess að fá þetta engage og núna róta þeir yfir í mid-towerinn en já, ná honum ekki Á endanum, einhvern tímann? Á næstu dögum en já, það er rétt retro Comet Triforce núna og Xavi búinn að klára Athens. Þeir verða einfaldlega bara að ná annarkvort þurfa skákamót að gera mistök eða þá að Glacier Mafia að fá eitthvað pick. Glacier Mafia þurfa náttúrulega bara að þeir þurfa bara að henda boltanum að Gummi Brown og hann bara flassar inn í engage-ið. Þeir þurfa bara að gera eitthvað svona ótrúlega aggressiv sem að skákamót muni alls ekki búast við. Þetta Til dæmis eins og þarna ef að Xavi ætti mana. Já. Þeir sjá að Turismo var topp reyndar en senda retro fyrir að reyna að deffa það en þá fellur mid-towerinn bara í staðinn. Þeir verða bara að gefa turnin til að þeir geta ekki barist. Mr. Smile engagerinn á Charmander, hann lendir í trappinu og stoppast einhvern veginn og flott ulti hjá Xavi stoppar hann og Solitaire kominn inn í baklínu og fær hérna double kill og annað reset og Ace in the hole klárar ekki retro en Turismo secura það og Xavi fellur og það verður Ace fyrir skákamátt. Það er bara þetta, þeir þurfa bara að fara inn en þeir reyndar counter-engageðu þannig að það var Mr. Smile sem byrjaði. Þeir fóru inn á Charmander en þetta var 2-5 trade fyrir skákamátt og ekki inhibitorinn. Já. Það bara er að spila hérna og að Glacier skildi eða svona rosalega mikil púður í Jönnu og ekki drepa hana. Já, þeir drápa hana á endanum. Afsakið. En það var rosalega mikið sem fór í hana og já, ekki í Solitaire til dæmis. Já, ég meina Xavi notaði ultið, það fór bara á Didrix. Sýndist það, já. Já, og stoppaði reyndar ultið hans en þeir hefðu getað spilað þetta miklu betur, hefðu getað notað Mr. Smile frekar til þess að assassinata Solitaire að Mad Monkey Co. Ég meina þeir voru búin að fá Charmander niður þá getur hann ekki staðað neitt nálægt en þeir eittu hann Graves ultíinu og Nocturne ultíinu í það. Mér finnst þeir hefðu frekar átt að engage inn á restina af liðinu því að hún var búin að splitta frá þeim. Þeir áttu allt ennþá en var auðvitað í. En það er alltaf opinn inn núna mitt þannig að það er spurning hvort þú ekki bara meina þeir sama. Reyndar að svípa kringum Baron. Dreki fer að koma upp bráðum. Já, já. Það er bara Baron. Beint í Baron, hver þar inni. Þeir eru með það mikið kullmunn að það er Baron að deyja sem sagt. Sjáum hérna Glacier Mafia eru reyndar á leiðinni þá langar í þetta en Xavi er lengst eftir. Hlaupið hennar beint inn, langar í retro og Gummi Brown. Reynir að stoppa Turismo en það gengur ekki alveg. Núna er maður bara bíðið til Xavi ultíinu. Mr. Smile dæfir inn á Solitaire, Turismo tekur út Xavi og það er 3 fyrir enga trade eins og er. Og það er núna 4 fyrir engan og John Weekend nær ekki að hlaupa frá hekkarinn og ætli, já það er Aceið og skákamátt gætu mögulega að klára þetta eða hvað, þeir eru ekki alveg með veifið. Nei, það er í toppleinið. Þetta er ansi örugt lítur út fyrir. Já, þeir eru alltaf algjörlega komið veg fyrir að þeir tróðu þessu
en þeir eru búin að spila þennan leik alveg nokkuð vel. Xavi með ulti yfir á Mad Monkey góðinn að flassa frá Gummebrán og skaðinn sem var Solid, þeir geta Mr. Smile. En já, Skákamat núna 14k undan. Mér finnst þetta furðu lítið af drekum búin að vera í þessu leik. Þeir eru búin að vera að spila mjög mikið kringum toppsætið og Það virðist vera þessum að þau séu að hlusta á og Gleisi alltaf spóna í dregan. já, maður má ekki tala hátt þá er á leikmenninu í manni, en þetta er þá annar drekinn fyrir Glacier Mafia. En Solitaire á ulti og hann gæti enda snúið sig eitthvað við. Xavi á ekki ulti, Mr. Smile á ekki ulti og Gummebrán á ekki ulti. Og Dynadrekanum Turismo fer inn og hvað er Solitaire? Hann var ekki alveg að leggja í það. En midlinni er að pussa mjög hart fyrir Skákamat og þeir þurfa bara að stoppa ríkalinn hjá Glacier Mafia. Já, þeir fá Turismo með þessi bot, þetta bara gengur allt upp. Turismo hleypur inn í baseið og fá allan hann bot tower. Turismo hleypur upp í topp inhibin og beita þannig allt Glacier Mafia og hann nær inhibitornum og bot inhibitornum fylgir eftir allan að towerinn. Ái. Já, segðum hvernig gerst skaðan. Góðum við Lucas Echo en aðeins og seint. Núna hvernig þið vilja fara inn. Xavi er komið út í Mr. Smile líka. Turismo er bara einhver drápsmaskina. Ái. Hann heiði svo mikið og Diddy blassar inn í hana fyrir slóið en það er enginn með honum og enn og aftur fer shockwave bara á Gummebrán og Solitaire kemur núna inn í clean-upið. Næri þetta bara einum. Sjálfmyndur tilaðu allt nokkið góð með Ace in the Hole, gerir voða lítið undir Nexus og þeir byrja að hamra á Nexus towerinu. Gummebrán kom með boltan, ekkert shockwave. Bara upp vorin og en þeir eru með 3 inhibitora þannig að þeir eru með 2 super minus á hverju lane'i. En þeir þurfa í rauninni bara standa í basinu og leyfa minionum að klára. Bakka í rónutunum, kaupir sér eitthvað fallegt og mæta svo að klára þetta. Já, 10 törnar á móti engum. Þetta er bara að búið að vera já, freka, já einhliða leikur. Já, algjörlega heldur betur. Menna Glacier Mafia eru bara með 4 kill, þeir eru með engan tower, þeir eru ekki með neitt nema bara CS og 2 dreka en Turismo fór mjög hart inn í þetta og hann er bara óstöðandi. Þeir gera ekkert á hann. Hann er reynda að samandur mættur og Solitaire fær ekki kill. Turismo klára það og þarna fer hann aftur inn. Solitaire double kill fyrir hann og þetta er Nexus sem fylgir. Þeir klára leikinn á endanum. Skákamat með örugt lead. Turismo er bara hann er virkilega góður topplænar. Já, við skulum bara segja að það er nóg pláss ofan á þessum hest. Já. Bara ekki allir geta skellt sig ofan á. Hann fyrir bara að cassingur 1 á móti 3 og neyðir þá til að bakka. Hann er með hnakk fyrir 4. Og Solitaire spilaði bara mjög góða Katarínu. Já. Snóbala. Já, ég hélt að Glacier Mafia myndi taka þetta en þar sem að Skákamat fór að snowballa bara mjög hart. Þeir eru mjög öruggir, þeir vildu halda vision controlinu alveg á hreinu. Þeir eru með sidestone og nú allir voru að kaupa pink wards og upgrade trinket á öllum. Þannig að þeir eru búin að vera að vanda sig mjög mikið við hvernig þeir ætla að vinna þetta. Þeir eru búin að æfa sig og þeir eiga mjög góðan séns í þetta mót. Já, það er spennandi að sjá hvað gerist með það. Já. Við ætlum þá, mér skilst að
núna sé grúps búinn. Já, Þá þessi fyrstu er groups. klukkutíma pása. Þannig að það er spurning hvort að við bara stökkum ekki burtu í smá stund og störtum þetta svo aftur eftir klukkutíma. Já. Takk fyrir áhorfið. Munið eftir næst þegar streamið kemur þá vil ég sjá 60 viewers. Fá alla til að horfa á okkur. Komið hana niður í HR, hvað sem er. Komið á banka á skrifstofuna sem við erum í. Hvetjum okkar áfram. Já. Við elskum ykkur. Komið með skilti. Við getum áritað hvað sem er. En já. Við þakkum fyrir okkur í bili.
I'm in love with this new life I found. The truth has drawn the darkness out. Heaven is a place on earth
nerves, time to get 'em on. Living life for the next drop. Boy, nerves, time to get 'em on. Living life for the next drop.
the end. It's you and me, I'll follow you to the end. Follow you to the end.
days come and gone, feeling undone, shattered and torn. How will we belong again? We stand in line and we amend for a better time.
ocean waves and try to come to life. Don't let go of the bright blue sky because the future's looking far too light. Are you ready for a long life ship to set sail and carry me through the starry night? Dream of me whenever you are feeling oh so lonely. Try to leave your fears behind. We are locked in an orbit racing round the dots of moonlit worlds that make a light. Keep your eyes on mine. Touchdown on the surface of my heart. The feeling's ever gone. A brave adventurer like me. Members everywhere that I've come from. Keep your feet to the vacuum sky, cause it's surrounding us out here. Follow the trail of the stardust of the ones that came before us, and we'll see what we've always been there. Dream of me whenever you are feeling oh so lonely. Try to leave your fears behind. We are locked in an orbit racing round the dots of moonlit worlds that make a light. Keep your eyes on mine. Flowers that bloom in the darkness. It's a sighting that is rare to come across. Nobody seems to have noticed that the power that could be bestowed is lost, riding through the twilight. This armory protects my heart.
seems so far away. Nothing between us is empty space, empty space. Even when the music is loud, I'd rather be no other place. Here with you now, here with you now. Here with you now.
children's too white. Yeah, I know you not. I trust you not to break out students too white. Yeah, wanna know you not. I trust you not to break out students too white. Yeah, I wanna, yeah, I wanna, yeah, I believe it's all I wanna do. Believe it's all I wanna do. Já, við ætlum að kenna einhverjum pjökkum á lífið. Syntax og Nami Ultimate Japan. Við höfum aldrei spilað saman þar, en ég hef fulla trú að þetta muni ganga vel. Þetta verður eitthvað sko. Já. Sakk. Já. Er ekki hægt að rerolla? Nei. Við getum swappað, ef þú vilt ekki spila hann. Nei, ég teka, ég er með skinn. Það skiptir öllu. Maður sé, svona. Lýs og Velkos. Why? Well, cause. Hei. Hílum á. Já, ég var að auglýsa þetta eitthvað. Endilega, gakt í það. Á meðan ætla ég að Svona, frábært. Þetta var ekki rétt. Nei, ekki gera flottar sín heldur þetta. Þess að, já. Lið A og lið B. Já, við erum lið A Já, já. og þeir eru lið B því þeir eru beta, lélir heldur en við. Vonandi. Og já. Ekki nema Já. Þetta er ekki nema við tökum þetta á þetta. Já. Leikinn.
ekki komið með loading screen sín? Ég eftir að búa til með þessi. Ó, ég held að það hérna. Sorry. Heyrðu. Recommended items að sjálfsögðu. Nei. Ó, ég er að reyna. Það gengur svo illa. Ok. Ok, frábært. Yeah. Flott. Það er ekki sjálfsnett að skjáin. Ég var að bæða þér. Nennar ekki dreipast. Þú veist, við erum að... Ég er með smá kukkur til lagi. Þetta er frábært. Ok, þetta verður skemmtilegt. Ok, plan okkur er að vinna. Hvað það er leið okkur að gera til þess að vinna þennan slag? Ekki hugmynd. Ég hef aldrei séð Annie Sack á móti Elise Velkosk. Nei, það gerist furðu sjaldan. Spurning hvort þau viti af passífinu einu. Alltaf frábært passíf. Ég taka okkar rosalega vel hjá mér að... Juked again. Þeir átt að fara meina undir tára. Ok, og snúðu til við síðan, þetta ekki stönn? Nei, eða ekki, þeir drápa mig bara. Kemur. Ég er að hluta á. Watch! Þeir eru að reyna á sig, þetta er alveg hittilegt. Þú fyrir ekki að hafa svona tryhard. Ég er bara að bjóða með vinalega leik. Þeir reyna á sig. Hörmungur hryllingur. Veitum við hvað er að gera? Hvað að gera? Kemur. Ég veit ekki. Kemur. Ég kann ekki annað jumpin. Sko, þú maxar bara í þitt Já. og byggir bara full af hér. Því ég skýrir æsli fyrir mikið skada og sneak hoppar á það. Já, ég held það sko. Ég er full að trúa þér. Það er þá einhver. Ok, ég hefði mikilvægt að fara í random. Jú. Það höfðu afsöngum fyrir að rústa ykkur. Hvað er tippursmynd? Hvað er þá björn sem ég þrái? Ok, við erum komin á 6. Það fer þetta að vera alltaf náttúrulega líf. Alltaf skeið. Ok, fáum það undir törn. Þeir eru að búsa. What's happening? Kemur! Gamli! Og... Yeah! Buddy! Hei!
Létt. Super sneaky. Hann klikkaður. Nei, sjá. Shit. Ég með nóg að lífi. Þetta meira en nóg. Ég ekki að fíla sakk. Það er sennilega pokaði niður með Mark Wahlberg. Oh, got him. Sem flestir fyrst. Æ nei, ég er bara lítið saklaus. BAM! Djók. Og svo... Nei! Nei! Glemur litla stelpur. Bara sjúklega gróft. Þetta ég öskra á streaminu. Herru Vívill, þú ert vinstans beðinn að taka ekki þátt í þessu spjalli ef þú ætlar ekki að segja neitt skemmtilegt. Það er að Vívill þessi trasslandur sem er að tjá sig. Nei. Ok, ég er farin heim. Það er go big or go home, ég er farin heim. Jæja, all in on the bitch. Þetta er ekki með tippis. Ég hef wow, ok, kemur. Anni ætlar að borða þána þeirra snöggast. Delicious. Ég ætla ekki að ná, ég veldur þetta úr það. Hann var að nota þér það. Ready? Nú ætlum við að fá að spila, ok? Ok. Woohoo! Þetta er ekki út, ég með samt. Ok, mittur uppi. Nei, kökuló. Shit! Herru, þeir eru að vinna, já, ég gleymdi því. Leiðinni. Beyoncé! Ég gæti hann reitlega fyrir hann. Oh! Smá B. Það hætti að spila hann að leik. Já. Ekki að vera ekki svona bad.
endalaus stónaskapur að reyna eitthvað á sig, þú veist. Shit. Viltu ekki bara koma? Okkur vantar coach. Vífill. Ég dref þig. Segjum á hætta. Við erum hættir. Hvað er klukkan? Við náum einu viðbót. Hvað skeiði? Ekki. Hvað? Það er eitthvað ennþá ekki eitthvað búinn að lífa leikinn. Eruð þið, hver er Cyper? Ná, ok, þetta er share stream, tjók. Sendi streyma frá Litan, NBS. Ok, já. Hver er næstir? Hana. Ekki random. Allt í lagi, Sölvi. Get ekki spilað random. Ok. Kann bara hefða einhver á tvo chattina þannig að... Ég hlýtur að taka sko. En hvað erum við? Við erum með þess að tvo scrubs hérna. Er það rematch eða? Núna ég Conspire. Það er einhver. Takk okkur 1v2. Conspire ætlar að taka okkur 1v2. Ok, það hljómar eins og plan. Það hljómar eins og plan. Má ég vera með? Já. Núna. Let's go. Þetta verður sanngjarnt. Þetta verður gott og sanngjarnt. Get ég shift yfir á hæða? Niðri við. Ég veit ekki. Verður náttúrulega að pikka eitthvað með skin. I long for a worthy opponent. Vissulega. Má ég sjá. Call me king, call me demon. Water forgets the names of the drowned. Já. Ég ætla bara að taka fram að við erum bara svo þið vitu það 1v2 guður. Svona. 2v1 guðir, já. Við rústum ykkur þegar við erum fleiri því. Bara svo þið vitu það. Byggir maður á honum? Það kom með vin, ég er frekar hrættur sér hann. Ég veit ekkert um það gæns. Ég er eiginlega bara ánægður, við erum ekki búin að sjá mikið á honum. Hann er frábær, hann borðar hluti. Það er svo mikið troll. Þannig að
Hvað djöfusins dónaskapur hérna? Shit, við erum rétt á skoða interneti. Þessi gæði mættur. Það nú aldeilis. Nei, heyrðu, kallinn, góður. Num. Gerðu dansinn hjá honum. Það? Já. Ókei. Nei! Nei, er mögulega að hættir að fýta maður. Djöðu það var tekinn. Það var rústað. Þessi champion Dagins er frábær. Ég hlýt að maksa svona, já. Ég veit alveg hvað ég er að gera. Alveg. Nei. Já, ég var kannski notað þennan, takk. Hann var að taka okkur á eintum. Það er rosalega mikið þess að fólk bara mæting og reyna á sig. Það er gróft. Veit hann ekki? Þegar ég held að við ættum að stofna lið núna, bara að koma inn í næstu bracket, lið A. Já, Dream Team, við erum að sjá hérna Dream Team fæðast. Ég fór í éti hérna. Hverju borðar hann ekki? Á, ég þarf því að stakka á hann. Já, þú ættir að ná stakkanum. Hérna, hvað Nú förum við. Ég sé eftir allu. Þrístakkar það ekki? Jú. Já. Bildan fer náttúrulega bara attack speed á þann klæns. Jesús! Ég get ekki klensað þegar þú ert að borða mig. Þú bara taka eins og kallmaður. Nú förum við að tala saman. Ef ég heitir það. Tekinn. Get ég, wow, þessi jump er bara mjög einfaldur. Nei! Ég er bara klukkutíma leiðinni, ok. Easy? Ég get bara tekið við verðlunum núna sko, þú veist, fyrsta sæti. Já, hvað er þannig að 75 króna ávísunin í töflutek? Það er þetta glakk hvað? Segi ég. Segir þú. Það eru Groundstar Bugs vs 5 æstir kynvillingar. Það er bara hefst. Hækki bara. Spurning. Hvenær byrja hann? Bara... Núna. Þú verður að bjarga mér frá þessum manni, já? Ok. Af hverju get ég ekki borðað sjálf á mig?
Það satt mannum, hann getur múnið tóð okkur. Við kannski klárum hennan þetta turret og klárum hennan lake bara. Stökkum yfir í Hvað var lækinn? klárum lakeinn. Hendum okkur yfir í gleðina. Þótt náttúrulega allir vilja sjá þetta frekar. En við höfum vist að stríma. Það verður leikinn. Þetta sé ekki alveg leikur. Jú, auðvitað, þetta er mjög svo alvarlega leikur frá. Got him. Gott him. Liggi. Oh my god, Herru, við erum frábærs. Ég ætlaði að hoppa upp í til þér, ég sé að fórstu farinn. Ég ætlaði að fá far. Jöp, ég er flótinn. Það veist að laga þetta að blessa Óli. Hvað sögðum við? Það er Ground Zero Fox á móti Æstum kynningum. Nei. Já, þetta var slæmt. Hvað? Þetta var frábært. Ég veit ekki með Frábært. Ég veit ekki með það, sko. Mér finnst alltaf mjög gaman að tankast. Það er gaman að sleikja fólk. Svo tjápinn er náttúrulega bara vittleysar. Já. Hvað? 5 æstir kynvillingar á móti hverjum? Á móti hérna á móti Ground Zero Fox. Já. Og við erum Group States, frábært. Zero Ground Zero Fox móti æstu kynningar. Æstu kynningar eru Blue Set. Já, eru þetta nýju grúp? Yes sir. Ok, þetta var kannski Hver er lengurinn? 15 og 18 Allt þetta er í gang. Já, þannig eru réttu brackets. Yes, já, ekki. Og Svona rosalega er það leikast. Ok, erum við komnið með vænt?
Ekki ég. Úpsí. Bröður ríkan þetta. Já, bara slappa klændurum. Það bara þannig. Er það ekki Belieber sem í... Jú. Svona og svona. Sem sagt, hvor eru hvað? Crunchyroll Fox Given, þeir eru red, eða ekki? Bíddu nú við. Já, Jú, það er rétt. Og það er rétt. við erum strax komin í Champion Select. Svona. Jättebra. Jöp, og hvað, þetta er þriði leikurinn í dag, ekki? Jú. Jú. Þetta er fyrsti leikurinn í group stageinu sjálfu. Já, nýja gróftsettinu, version 2.0 og fyrstu tvö bönnur bæði bönn sem við höfum ekki, eða bara aldrei séð áður núna. Shinso og Tam Kench. Þeir náttúrulega voru að horfa á trilltan leik. Ok, kannski voru þeir búin að pikka og eru bara eitthvað, ég veit ekki sko. Ég ætla að giska á að næsti sem þeir banna sé Maokai eða Malphite eða Malzahar. Ég veit ekki á hverju mér datt það í hug. Þeir bara í TSM. XBH, HBX. Þetta er eitthvað skilabóð sem ég er ekki skilja. Nei. En, já. Spurning, það er vantilega eitthvað dýpra enn í gangi. Við hefum ekki séð neitt af þessu liðum, þannig við veitum ekkert hvað þeir ætla að pikka. En Skyfair, eitthvað, já, hann lokkar inn Lee Sin og Belieber og Flip-Flop fara í Fizzin með TP Smite. Það er, ég veit ekki. Fizzin top, Jungle Sack. Maður má kannski ekki segja það. Eða Top Sack og Jungle Fizz. Það var fullt gróft. Það var allt og gróft. Þeir vita hvað ég er fúll. En Sakki reyndar er... Ég er ekki að fíla sko. Hann er góður í junglinu. Kannski segja bara að ég er búinn að spila mikið í junglinu. Já, ok. En hann lokkar inn Rek'Sai. Hætti við. Svo þetta var ekki alveg að gera sig. Já. Þeir eru að hoppa yfir í Relju og Alistar. Tjöfnum sem við höfum séð mikið af. Lokkin í Relju. Líklegast er Relja topp þá en við getum náttúrulega að fara mitt. Við höfum reyndar eftir að sjá það en Ég hættur að halda. Það bara mun ekki gerast. Það vill enginn fara í það. Þetta er fjarlægur draumur. Kasturinn vilja alltaf sjá eitthvað skemmtilegt og nýtt en leikmennir vilja ekki taka það. Og Alistar líka lokkaður inn. Meðan Garna Trillur og Plan B taka Fiddles og Timo. Já, eitthvað sem maður býst ekki alveg við að sjá en maður veit ekki alveg sko. Það er sem sagt, þeir eru í Ground Zero. Þeir eru ekki kannski búin að pikka það alvarlegasta hingað til. Skulum við segja. Nei, það er ekki það sem ég heilt allavega. Og
okkur skilst að þeir hafa komið aðalega til að skemmta sér. Sem er náttúrulega bara fínt mál okkar sér, það er líka bara mjög gaman fyrir okkur. Og já, Danny Cool og White Lucian laka Lux og Caitlyn. Já, frekar típisk picks fyrir 5 æsta. Finnum ágæti spaklinu í Caitlyn og Lux. Já. Og ágætis og fínt aðeins líka í frontlænu. Jöp, þannig að bara nokkuð solid lið hjá þeim. Já, ég veit ekki alveg hvernig Við skulum tala um Grand Zero eftir að við sýnum Summoners. Já, það er svolítið ég veit ekki alveg hver ætli þetta sé Fiddles botlane, Teemo mid, Rek'Sai jungle og fyrst top eða Ég held að segja þetta sé AD carry Fiddle sticks eða Crystal sticks með Teemo supportinn. Já, mid þá. Já, ég hef fulla trú á því. Ok. Eina sem að þarna ok, nei, það er margt áhugavert við lið. Annað áhugavert er að þeir eru allir með smite sem er þú veist bara einhver next level pæling. Já, við skulum þá rétt vona að þeir taki early dreka. Ég meina þeir eru með Fiddle sticks í það og secureið. Maður veit ekki alveg hversu serious maður getur verið með þegar maður sér þetta komp. Þetta er mjög alvarlegt. Við ætlum að taka þetta 100% alvarlega. Þetta er ekki þannig að 2 presets þannig að neðist. Nei, þetta er bara hvarf. En ef við fer aftur hana Window Yes. Hvað er gerir bara Ég veit ekki, það er eitthvað í rugli hjá Photoshopun okkar. Veit ekki alveg hvað er að frétta. En þetta er bara þetta. Ok. Já, þú getur talað áfram um þessi frábæra picks á meðan ég. Já, takk fyrir. Þú fyrir þetta, já. Þessi picks, já, þetta er ég get ekki giskað á hver hvaða lane hjá já, ég veit ekki alveg hvað þeir ætla að fara í þannig hjá Grand Zero Skiven en það verður spennandi að sjá hvað þeir gera hvaða objectives þeir ætla að reyna að gera þeir munu pottitt fara í invade þeir eru örugglega eitthvað svoleiðis rugl. Hei, ekki kalla það rugg. Þeir fara í einhver invade gleði. Eitthvað cheese bara eða allir taka jungle camp og fara síðan á lane. Þetta eru bara menn með viti. Þetta eru tilrauna sinnar. Ég er bara ekki að ná að gera það. Já, býttu. Þarna. Fótosófisfræðingur. Svona. Já. Ok. Og það er eins gott að þeir hafi skinn. Grand Zero Skiven. Þetta verður fjör. Svona. Tímabundinast. Svona. Mjög fínt, þetta er fínt. Nei. Ekki. Ok, já, við förum bráðum að detta inn í loading screenið. Og sjáum þá hvað vonandi eitthvað hvort þeir hafi skinn og veit eitthvað þennan leik og eru nettir. Maður þarf reyndar ekki að eiga skinn til þess að vera nettir en það er plús. Það hjálpar. Það hjálpar. Það hjálpar með óendanlega í lífinu að eiga skins á að gæja. Já. Svona, þetta er allt aðskið. Já, það er rétt. Þeir hafa allir hvert sitt skinn. Þetta hafðist allt á endanum. Já, og svona, það lítur.
við erum konur í in-game. Þá... já. Ég veit ekki hvað ég að segja, sko. Þetta verður bara frábært. Ég hef fulla trú á Ground Zero. Ég fór labbaði 5 hana, all knock up og look snares. Jájá. Einmitt ég vill. Já, ég meina... ef þeir... Já, ég veit ekki. Ok, Fiddlesticks, support með itemana. Teemo AD carry. Alice með hana. Ezreal mid, Rek'Sai jungle og Fizz top lane. En hjá... Þeir ætla í þarna innviti. Frábært. Það hvort þeir ætla að taka early tower mid, fara inn á bakvið og Ég verða að athuga þetta. taka hliði. Fylgjumst vel með þeim. Ho. Fiddlesticks tók silenceið fyrst, ekkert þér, en þeir labba upp að White Lucian, silenceið á hann. Þetta er ekki menace easy. Nei. Það er áhugavert að senda Fiddle fyrstan. Já. Rek'Sai með Q-ið sitt. Nei, ekki búin að setja neitt. Afsakið. Þeir eru nýbúin að breyta Teemo eða ekki, þannig að hann getur kastað ultíinu sínu, maður ekki? Eða var það bara PvE? En þetta er eiginlega það búið að nerfa hann alveg hryllilega. Eða þú veist, Teemo mains vilja meina það að nú sé búið að skemma Teemo. Ekki að hann hafi verið eitthvað óbúrslega viable þar fyrir. En núna endast sveppirnir helmingi styttra. Já, kostar minna mana. Meiða þeir meira, minna það ekki. Þeir gera svipanskað held ég, nema núna getur þeir bara hent þeim. Já, og ef þeir lenda ofan á öðrum svepp þá skoppar hann, eins og með minni pinnarhopp. Núna er þarna að hann verður stelþar. Hann stelþar þar. Hann getur hlaupið stelþarum í runnum og hann bara attack speed þegar hann kemur úr stelþanu eins og Twitch. Já. Það er svona spurning hvort það eftir að koma í ljós að góðir tímaspilar getur nýtt sér það. Það er bókað það sem að Gaflantrillir var að hugsa Ekkert verið að taka golems fyrir botlane, bara eðlilega start. Maður þarf ekki koma að breyta, maður veit ekki hvað maður þarf að breyta miklu í rútinu sinna á móti óhefðbundnu kompi. Og það getur nefnilega verið hættulegt að taka það ekki alveg. Já, ég meina þeir kannski eru búin að æfa þetta, þeir vita nákvæmlega hvað þeir eru að gera með þetta full smite Fiddles team á botlane. Þeir eru þetta í sama tíma. Bara svona ósköp brálið til byrjun. Já, sérstaklega að því að maður sér þetta ekki svo oft og veit maður ekki alveg hvað maður getur gert á móti þessu kompi ef maður er svona botlane, sérstaklega eins og Alistar, en ég hefði haldið að hann myndi hafa betur útrúst eins og þarna headshotið frá Danny Cool og Ignitið tifar á honum að first blood fyrir hann. Hárrétt hjá þeim að fara bara beint inn. Mjög fínt. Glæsilegur piltover hjá Caitlyn. Já, Skyfair mætti núna upp í topplane til Belieber. Viksterar, Skyfair hittir ekki kúinu en Belieber fellur hérna til Guess Who, er ekki með floss, hann er með smætið og hann kemst ekki í burtu. Já, byrja vel fyrir 5 æsta kynvendinga. Já, strax fyrir 4 mínútur komið 2 kill, bæði Relly og Caitlyn, nákvæmlega það sem þeir vilja. Og línar frá Akkursíður, Rek'Sai er hérna dálítið að ströggla með að klíra og er ekki ennþá búinn að taka rauða buffs. Nei, það er rétt. Á meðan Skyfair kemur hann inn í millinni á Setfish en hann Arcane shifta bara í burtu. Það er alveg að rassa Setfish niður í frekar lítið. Já.
En annars þetta nokkuð jafnt inni. Já, lukkar mjög jafnt allan í shares. Helstu munurinn þessi kills sem við fengum þarna á Plan B og Belieber. Með cirka bara 400 gull. Já. Já. Fiddle selur, hann var með Relic Shield, seldi hann núna fyrir Ancient Coin. En sjáum síðan Skyfair hitta ekki Sonic Wave, en XP fer inn, enginn með honum, eitthvað dálítið sem að communication sínum og enn hittir ekki Sonic Wave. En það cool, hittur öllu sínum. Sérfræður. Með allt á hreinu, bara ekki alveg að tala saman en já. En Skyfair bara út allt. Já, búinn að ganga top, mid og bot öll í röð og það sem að flip-flop á Rexa kemur núna inn í millinni. White Lusan hefur ekkert til að escapea frá honum og hann bara sísiðar upp. Reyndar skjöldurinn heldur nú aðeins á lífi, flassar í burtu og flip-flop. Það líka flassa. Þurfti reyndar ekki að flassa hana en gerði það samt sem það var. Þetta náttúrulega ekki spennandi mót, taugastrektar. Já, nýtt group stage, það ég meina ég myndi vera stressaður bara við að vita hvað í fyrstu velun. XP bara hittur öllum kombosinum. Flip-flop upp á topplinni, fær flassi hjá Gessu, smæti, chilling smite, slóar hann á Belieber, fær hann. Já, ég með líka að sjá að fyrst að byrja Dora's Blade. Já, alveg maður. Og spurning hvort það sé ekki bara ATFS? Já, það spurning. Þannig að, hvað, fer hann þá ekki í Borg og Triforce og eitthvað rugl eða? Og síðast því að tökum fyrst, top fyrst, þá tekur hann Jungle Items, ég á að muna hvað heitir. Man það ekki. Já, ég held ég veit hvað þetta ég veit ekki hvað það heitir. En við erum hérna allan dag. Hann keypir Bami Cinder. Já, Cinderar. Já. Greinilega. Það ætlar að vera algjörlega óþolandi tank fyrst sem hangir inn í óða liðin og gerir endurlega skad. Já, ég reyndar hef frekar aldrei að myndi fara á svona assassin type. Já, það er ekkert gaman. Er það ekki gaman? Nei, og þetta hefur verið að virka óbúrslega vel. Þegar þetta var upp á sitt besta þá var þessi takki fyrst á öflugur. Spurning hvað hann getur færst restina af liðinu sér. En já, hann bara... XP með flott kombo á Plan B og garnatrilli en fyrir hjá Plan B stoppar það. Og þetta reyndar alveg ágætis anti-engage hjá þeim. Þú veist, með blendið, með fyrið og silencið. En XP fær alveg hrós fyrir að ná þessum kombóum guðdómlega. Já. Jói spóði 24 spyr í tjattinu hvað í velun fyrir fyrsta sæti. Er það ekki... Komumst það ekki? Já, við erum með það alveg hárrétt fyrir okkur. Trapapam. Já, við erum komast að því þá við erum búin að komast að því. Þannig að það var ekki lengi. Fyrsta sæti eru 100.000 peningverðin og... Heyrðu, Belieber dreipur Gessu. Ég vissi að ég átti að vera að fylgjast með leiknum á meðan. Svona casually auðvitað fær 1 stykki kill. Já, komst á level 6 og fórt hann beint inn á. En já, það er auðvitað Riot Games styrkja efstu 3 sætin með þarna, efstu 4 sætin fyrir ekki, með RP, Riot Points. Og sæti 1 fær auk þess Triumphant Rise-skinnið sem hefur verið verðlaun fyrir tournament sigur ánum. En fyrsta sæti fær 100.000 krónur í peningverðum og 75.000 krónar úttekt í tölvutek. Já, mikið rétt, en verðlaun fyrir annan sæti eru ekki síðri 50.000 krónur peningaverðlaun og 25.000 krónur úttekt í verslun tölvuteks.
og það er bara ótrúlega flott hvað að sjá að tölvutekar að taka þátt í þessum mótum að reyna að koma upp þessari keppnissenu af stað, haldinni gangandi og bara virkilega skemmtilegt og við fáum fleiri mót framtíðinni. Nú eru menn dottnir í level 6, en það er spurning hvort að Ground Zero getur farið að gera eitthvað sniðugt. Og við sjáum að Flip-Flop er að hanga með drekan, setja upp göng. Jú, þetta er hnífjan leikur í gullinu. Þetta er 75.000 í heild. Þetta er 1 gjafabréf. Jú, Solitaire. Og sjáum að Ground Zero eru að grúpa upp. Já, byrja á drekanum. Lee Sin, hann ágætið tjámt til þess að stela drekanum ef þeir draga hann ekki út. Og hann fer ekki inn og Garnadrillið tryggir drekan. Plan B hann nokkaði hans út úr hliðalínu eftir hann ultaði og Skyfer hittir ekki Sonic Wave. Ekki mikill fight sem verður út úr þessu. Sveppirinn hjá Garnadrillið náði að sóna Danny Kula XP dálítið vel í burtu. Og vá, ok, Garnadrillið er að meiða Skyfer. Fór í brutalizer first item á Teemo, AD Carry. Já. Það er bara Goldplay? Já, jú, örugglega, já. Ég hef ekki mikið pröfu að AD Carry Teemo, en það verður spennandi að fylgjast með þessu. Já, vonandi lærum við eitthvað af þessum leik. Þetta já, við skulum heldur betur læra þessu leik hvort þetta gengur upp eða læra að því að þetta gengur ekki upp. Ég hef fullt að trúa þessu. Fyrst er góða með þarna Scormesters Saber og fer þá klár það. Á meðan Irelia er ennþá að byggja Trainforce og er dálítið á eftir Fizz. Já, hann er nú með 95 CS og 2 kill á undan. 1 kill á undan. Það er svona rauninni speikla dálítið bótt og topplane. Þannig að leikurinn er ansi jafn þótt að Ground Zero sé með drega. XP flassa engagerinn á plan B og plan B aðeins að BM-a þarna og XP var alls ekki sáttið með það. Já, þetta var Það var mjög ham en beita út flössin þeirra. Það gekk vel. einhver kill reyndar en Skyfair fekk killið það ekki. Ég skal bara tjekka. Það held ég. Jú, var hann. Jú. En þetta var vel gert hjá þeim og mjög snarpt. Það er mikið fyrstu stiks, átti ekki mikið sens. Já. Búinn að klára Themes og Sethis með Rungleif. Þetta er bara Irelia má ekki byrja hérna Flip-Flop mætir henni upp á gangi á topp og fá flassið út frá Gessu en Skyfair kemur inn í countergangi, kikka Flip-Flop undir tárinn, ekki alla leiðrindar en nokka bara Skyfair og stoppar hann í miðju seinna kúinu og mjög flott hjá honum. Nú verður ég að spyrja sjálf, ert þú belieber? Ekki mikill en innst inni er maður alltaf smá. En já, það gæti verið að belieberinn sjálfur taki þennan leik og bera hann á herra sínum. Hann er að vera ansi hættulegur. Við erum búin að sjá þetta alltaf í dag og í gær að annarkvort verður Irelian mjög stór eða ótrúlega langt á eftir. Já, það verður nánast í öllu leikinu og annarkvort hefur verið algjörlega dominated eða bara algjörlega srökkuð. Hún er að beita hérna belieberinn því að Skyfair er mættur. Kemur þetta ekki ennur leini þannig að spurning. Vortjafur hann í áttina til hans en þeir eru hérna 4 núna í kringum botlinni
langaði í eitthvað juicy en það er ekki alveg að ganga. Glenn býr að spá hvernig Þór aftur. Því XP fer inn á garnatrilli. Já, þetta átti ekki að vera svona spennandi. Danny Cool fær að farm í friði. Kominn dálítið vel á undan garnatrilli. Með killið ofan í þokkabót. Já, allir mjög rólegir, taka leikinn hægt og rólega. Grand Zero reyndar smá örlítlu gullu undan. Þetta er æsi spennandi. Báðir tenglarinn á bot og þeir vita af þeim. Flip-flop stóð hann á ward. Nei, bakka bara. Spurning hvort þetta sé ekki tækifæri bara fyrir turn. Mögulega. Eða allan eitthvað á. Já, Ground Zero búinn að taka 1 drega. Næsti fer að respawna, hljóta að taka hann líka. Smætin ætti að vera að koma upp fyrir þann tíma. Þeir ætla bara að forsa þennan turn niður. Já, mjög gott. White Lucian á leiðinni hérna ofan af, og XP nær góðu engage í plan B. Fer hérna undir towerinn og fellur þar. Ace in the hole. Garnatrillin er komin núna frekar low og sjáum Belieber vera að típja niður. Frekar dálítið snemma í bændinu og Belieber er að meiða White Lucian virkilega mikið, en meðan niðri fer flip-flop inn og drepur XP og Danny Cool er næstur og settir sittir ekki í kúinu. Já, þarna mætir Belieberinn bara og þú veist, þeir voru búin að tapa tímfættinum. Hann mætir og bjargar deginum. Já, hann náði að koma White Lucian og sá ekki hvað það var í burtu, en eftir að White Lucian náði ekki alveg tíma að setja bændingin nógu vel. Og það er annan dreki fyrir Ground Zero. Og samt er munurinn ekki svo mikið. Ekki ennþá. Nei, þeir eru nú 1 kill undan og hvað dreki gefur ekki gull. En þeir þurfa að fara að finna einhverja leið til þess að díla við Belieber. Já, heldur betur. Þeir eru í rauninni ekki með neitt rosalega mikið disengage fyrir þetta headbuttið og lýsing kicki kannski, en þeir vilja vera að nota það meira aggressive. Vá, heyrðu, Skyfer. Ái, hvað holti ég með hjá Ezreal. Það var kannski nefna á hann að hann náði mjög flottu kombo sem týndist aldrei í öllu. Það var bara mjög smooth og hendi fittustiks í döðan. Það var hann fyrir Plan B kemur hérna en það lappar ekki fullt af wards. Garnatrilli hleypur beint inn á Danny Cool. Plan B ekki alveg að hitta ult í hennu. Vá, Granilo og Ace in the hole. Þeir á endanum. Garnatrillir, þeir hefðu getað náð að blokka það. Já. En þeir voru, mér sýndist þeir ekki vera alveg að tala saman hvað þeir vildu gera. Dálítið svart að missa bæði lífið og flassið. Já. White Lucian fær ekki blue buff. Skyfer tekur það. Þetta er Fiddle sem er eftir á í levelum og gulli. Þú veist, hann er ekki með neitt. Já. Hann er nú gerir voða lítið nema bara að sé sig. XP með flott combo inn á Garnatrilli og 1 basic attack í... Getur þið búinn? Kom svo? Já, þannig. Já. En já, en support Fiddlesticks er það alveg svona bara upp á fýrið hjá honum, en... Hann er ekki eins og komað með smite, ætlum. Nei. Ólíkt öllum hinnum. Öllum hinnum sem eru með smite, já. Já, þeir fara inn í Cinderhulk, bæði Belieber og flip-flop. Settis fyrir í Runglaive og Garnatrilli fyrir í Warrior.
Þetta er svo sér í mörgum leikjum. Akkur þetta. All smiley. Byrju. Og Skype er hérna í leiðilegri stöðu 1 og 2. Bjóst ekki alveg við þessum skaða frá Settis og lenti heldur ekki í kombónu. Þurfti að kikka flip-flop í burtu. Það er gaman að segja að hann er búinn að taka sidestone Sjá, Belieber kominn í bak og hittir ultíðan á White Lucian. Þeir eru að spila þetta komp svo vel af því að þeir veitir hérna ekkert hvað þeir eru að gera á móti þessu. Þeir eru bara að deyja hægri vinstri algjörlega. Og bara Belieber er bara orðinn virkilega fett. Fyrir nálgast Triforce en Gassu er komið með Triforce. Það er svolítið gaman að sjá þetta því að individually þetta er kannski sumt af þessu er alveg legit. Já. Teamkompi sjálft Ekki alveg. Það getur alveg verið legit en það er svona óhefðbundið. Frekar óhefðbundið. En ef þeir ná að halda áfram að fá lít svona, það er ekki beint early lengur. En þeir eru komnir með nokkra sterka. Já, og bara að fá inn á 3. táinu sinn hjá Transita. Þannig að þið verða nógu fett, þá skiptir ekki máli þótt að kompari sé óvinnilegt. Já. En þeir verða að passa sig að plan B heldur ekki áfram að gefa þeim svona picks. Hann er farin að verða virðis nánast einskis virðið þegar hann búinn að deyja svona mörgur sinnum. En það er samt smá náttúrulega smá líf. Já, hlakka til að sjá hvað gerist þegar að Fish hérna klárar Trinity og hann á pening fyrir því núna held ég. Þá verður hann ansi erfiður að koma í tíma fyrir dregan. Já, sjá það að reyna að pikka hérna plan B og sjá þetta kick flassi á Skyper og hann heldur áfram eldan og fær hann. Sá ekki, ég ætla að hvað hann fær mikið gull fyrir hann. Bara svo ég tuði til að vera pessimisti. Þarna kannski ekki nauðsynlegt að eyða flassi í 0.5 fitosticks. Þú veist, hann næri að vera komin aftur fyrir dregan. En þetta lúkkaði cool allavega. Já, þetta lúkkaði mjög neitt og við erum einmitt að horfa á þetta, þannig að náðum eins og strímið þannig að það er allt í lagi. Við erum sáttum með það. Við sjá. Þú fannst leiðinni téð til hamingju. Þú ert það heppinn að þú færð að fá skinn eða eitthvað svoleiðis skemmtilegt. Nei, ég veit ekki, ég þori ekki að lofa neinu. Jú, ef þú finnur Ólokrum og segir að Siggo hafi sendt þig, þá mun hann hugsanlega að gefa þér skinn. Já. Heyrðu, botlinni hérna Gafnatrilli fær shutdown á Danny Cool. Og Skyfer er mættur í þetta Þeir eru konir. Skyfer getur voða lítið gert, hann á kikki reyndar, en það er engin tower. Og Plan B fer inn í chaseið, Gafnatrillir, Ignite tifar á honum og XP fær hann reyndar, lögsultið aðeins og seint. Gett næst upp. Og Dreki er live. Það er áhugavert að ætla að outsmæta 4 smæt. Það verður gaman að sjá það ef það tekst. Þannig að hann gerir náttúrulega meira damage. Hann hefði getað securað þetta með kúnu sínu hefði hann farið yfir. Algjörlega. Það gerir meira damage eftir í targetið meira low, ekki rétt? Jú, nákvæmlega, ekki skutt. Hann dassar inn í útlið. Það er ekki breytt neinu. Spurning, náður honum. Settir sendir út í einu rétt, lendir ekki. Keiko. Skeika hann smá. Þetta er Keiko. Fyrirgeðu.
Já. Redda Móbot. En já, þeir bara eru komin núna 5.000 metum undan, næstu því, og með 3 drega. Þannig að 5 æstir, þeir þurfa bara að gera eitthvað. Þeir eru ennþá eftir að ná turn niður, þótt að turnin bot sé ansið ár. En mér langar að nefna það að ganni hvað vision control hjá Ground Zero er rosalegt. Þeir eru bara með vorta út um allt. Og auðvitað þessa óþolandi sveppi. Þeir eiga hrós skilið. Þannig að jafnvel þótt að þeir sé kannski að spila það best í heimi, þá eru þeir að reyna á sig. Og það er skemmt. Já, heldur betur. 2015 mínúta komin og Ground Zero 5.000 skullu undan með 3 tára og 3 drega. Settis kom með Rabadons og Garnatrilli kom með Ginsu's Rageblade. Það er optimal á Timo, það er bæði AD og AD. Ímynda þér. Sjáu Keiko skeikaði ekki neitt þarna. Belieber fer beint inn og tekur Gessu. Það ekki? Jú, þannig. Dassar, koma svo. Næsta, áfram, Belieber, koma svo. Þannig að og Skyfer hendur hann örlítið lengra, gaf hann smá Sparkibossan. Sparkibossan til að íta hann örlítið lengra. Belieber er bara orðinn óstöðvandi. Heldur betur, 5-1-2. Sjáum hérna þeir eru komnir við botleinið og Danny Cool er einn hérna. Flip-flop fer í dæfið, flass nokkar honum upp og Danny Cool hafa ekkert mana þannig að hann þarf að flassa í burtu. En á meðan í millinu þá er Settis farin inn á White Lucian og honum vantar svo lítið og hann hefði ekki þurft að flassa, það var börnið eitthvað börn á honum. Gotta be sure, man. Better safe than sorry. Ég verð eiginlega að segja að ég er það alltaf mikið reitskipt að ef ég væri í 5 æstum þá væri ég að tilta mjög hart að spila móti svona unconventional liði. Já, maður hefur alveg lent í þessu. Manni finnst það svo heimskulegt, manni finnst það svo skrítið að þetta sé að vinna mann og maður veit ekki hvað maður er að gera, en mér finnst það æðislegt að sjá að þetta er að ganga upp hjá þeim og ég er bara stoltur af þeim. Já, þeir reynda að fara inn í games en XP og Skyfer eru mættir í counter-engage. Skyfer fer inn á plan B og Garnatrilli, ace in the hole, lendur á flip-flop. Belieber mættur, tekur út Skyfer og flott Esalulti hittir alla, virkilega glæsilegt, en það er enginn eftir með nóg mikið HP til þess að fæta þetta. Settis kemur núna, Belieber grittaði hann upp og aftur XP flassar, fer inn á Settis og hann er læstur niður. Mjög flott hérna eftir á hjá 5 æstum kynvillingunum að teygja þess á þessum fætt. Ég ætla bara að segja að XP hérna er bara, ég ætla að nefna Guttorm því þetta er flottasta naut sem Ísland hefur séð. Hann er bara að brillera. Guttormur er mættur. Belieber fór inn í típið og ætla að ná Danny Cool. Skyfer kekkur hann í burtu, fer inn á White Lucian. Hann finnur bara annað borðana. 1 og 2. Heldur þess áfram, kom hann svo. Rampage, næsti. Ertu ekki að grínast? Krittaði. Double kill. Ertu ekki að grínast? Hann er náttúrulega komin upp í Þvílíkt play og svo Esalultið og Danny Cool vissi það, hann djúkaði það. En já, við sjáum hérna að Belieber típaði inn í runnan í djunglinu, trickstaraði yfir og tilbaka vegginn á Raptors og fer bara í næstu target. Þetta var virkilega flott. 8-1-2, algjörlega óstöðvandi. Sjáum að skullið á honum,
hann er með 11,5 þúsund gull á móti 8.000. Það er svolítið vont. Hann er 1/4 af gullinu hann á 1/4 af gullinu hjá Ground Zero. Dreki núna fara að spawna, allir rótið þetta niður til þess. Við sjáum líka að mappið er áfram bara rautt. Þeir sjá allt. Þeir eru með ward út allt, Rek'Sai Tunnels. Þannig í þessum Þeir eru með mjög gott kontról. þegar það fara í þess að klikku heimsóknir djúpt í jungulum. Redding, þeir fyrir þetta auðvitað. Það er ekki ég. Já, þeir eru að fara dýp í ónu junglið og kannski gera ekki alltaf gáðulega hluti, en á sama tíma eru þeir að ward. Þeir eru alltaf að græða. Heldur betur. Fyrir núna að þeir virðast vera að halda sig eitthvað í toppsæðinu í junglinu, vilja ná að kontróla því fyrir Baron. Þeir eru reynda með 1 ward, 5 æstu kynvillingarnir. Sjáum hérna aðeins, var plan B ekki með ulti? Vá, flott hérna frá Settis að hoppið í vegginn. Flip-flop er hérna 1 á 2 karja og hann bara deyr. Belieber nær ultið yfir á Gessu en hann er 1 inni. Skyper nær að klikkunum á Ace in the Hole, tekur hann út. Settir sig hérna núna 1 á 3 og hann nær reyndar ætla að ná að öðru. Nei, fær double kill, breytir sig í 2 fyrir 3 og Vællur sem reyndi að snæpa út plan B en prediktaði villan sem runna. Já, dálítið aggressíft hjá þeim, 4 og 5. Karnatrillir er hérna. Já, þeir voru, það vantaði aðeins upp á communication hjá báðu liðum þannig. Þeir voru ekki alveg vissi þeir fóru þannig einir inn, bæði Flip-flop og Belieber. Og svo bara, já, gekk þetta ekki alveg upp og dói. Veggurinn þetta eru Groups version 2.0. Í gær og í morgun var að vera að síta. Já. Núna eru actually byrjaðir. En, já, einhver spá með hvernig þetta heldur áfram? Ég veit ekki sko. Þeir gætu halda áfram að rúlla Belieber og þeir ef þeir ná bara að ná einhverjum góðum picks en ég meina Gessu er farin að verða meira farin að bilda meira tanki, Skyfer lítur örugglega líka að fara að gera það. Whoopsie. Þeir eru halda áfram að ná picks á plan B. Flip-flop reyndar og Garnadrilli meiða Danny Cool nokkuð vel og Gessu, þetta er einmitt það sem ég var að tala um, þeir þurfa bara að fá þann einhver picks. Vel gert fyrir Skyfer. Já, næri að gera þetta aðeins meira vörð en gefur Belieber killi. Sem var nýbúinn að drepa Irelia á mitt. Þannig að fær double kill og Vællur sem So close. Belieber hoppa yfir vegginn, ætlar inn í base. Hann bara XP ultar. Hann ætlar bara svo nautast ekki kvöld. Já. Já. Nú fara þeir í átt að botlaneinu, sýnist mér. Þetta er svona einmitt eins og við erum búin að tala um að tiltaldaldið og turnoversina. Þannig að þarna sjá þeir fit og sticks sem er out of position. Já. Og þeir sjá að það er backup að koma. Þannig að þeir flassa til að klára. Þú veist, Danny Cool flassar á eftir honum og fær killið. En þú veist, 0-6 fit og sticks. Þetta er ekki mikið gull. Hann deyr í staðinn. Það er ekki, Fiddle er ekki mest ógnin hjá bakar núna. Alls ekki sko, alls ekki. Já, Timo fer að halda fram með að koma með Borg. Og Void Staff kom hjá Settis. Já, er farin að meiða alveg hryllilega mikið. Virkilega. Og þetta er sko, þú veist, Timo gengur alltaf lægi. Hann gerir samt furðu mikið skaða. Já.
en eiginlega, þú veist, meira hlutur á döðunum bara Fiddle sem allt í góðu. Hann var ekkert mikið partur af þessu plani. Nei, hann bara upp á pírið og þetta silence. Þeir geta búist við að hann sé að fara að meiða, sko, hann bara upp á kittið og... Algjörlega. Og smá assist. Mér langar að sjá, já, þeir að halda fram að reyna að halda vision út allt fyrir þessi picks. Við sjáum bara hvað þetta eru defensive wards hjá hérna 5 mæstum. Já. En spurningu til að fá alveg 5-5 barða hérna. 50 sekundur í drega. Fyrir hann inn á Belieber, hann einn hinum yfir vegginn. Belieber kryttaði upp á alveg 48 á XP og flip-flop nær knock-upinu en hann kikkaði tilbaka. Gessu fer einn inn á Garnatrill og Settis og hann deyr. Plan B ultir hann yfir vegginn í átt til þeirra og White Lucia með ágætis ulti í. Og Danikol og White Lucia eru mjög lóga. Skyfer og XP fara saman inn. Garnatrill rétt svo lifir og þeir bara skipta targets og það aceið. Aceið fyrir Ground Zero. Já, kaotísku bardagi. Þarna eitthvað miskunum Gessu hjá 5 mæstum. Gessu fer þarna aleinn inn. En Já, þeir ná samt góðu kombói. Lux nær últað 3 og neyðir Garnatrilli til að flassa ykkur, sko. Það bara dugir ekki til. Nei, alls ekki. Og þeir fá ætli að fara að finna dregan. Ég held að taka hann bara í rólegheitum. Eða hvað? Alls ekki, því ég er áfyrir með einu ferðinu. Já, þeir klára þetta þennan drega, bakka og fara í baróninn held ég. Og svo bara klára. Já, Nú eru þeir alveg nógu sterkir til að gera það sem þeir vilja. heldur betur. Þeir eru komnir hérna 13k gullu undan, 9 kills. Allir á undan í gullinu. Ég meina það er enginn sem verið lengi með barón. Alls ekki, alls ekki. Það að sjá, þeir eru 2 hérna í einhverjum leiðangri. Var það mjög slæmt að það væri gripnir, en þeir virðast alveg að komast upp með þetta. Þeir verið að vera vissir með að sjá blue buffið með hérna 3 orda. Skyfer hræddu við flip-flop. Á, vá! Þessu er lúlt í það. Sönka Skyfer hart. Hann er ekki með neitt magic resist, en þetta var fáránlega mikill skaði. Það má að segja. Synd hann var bara einn, en wow. Maður býst ekki alveg við þessu. Maður er búinn að vera að sjá núna öll seinustu í seasonin Eikikari SL var XP að flossa. Ég sá það. Já. Já. Já, langaði eitthvað í engage á Garnatrilli en það var ekki alveg að ganga. Já, þeir fara hérna að hamra á topptárin. Settis að póka niður White Lucian. Force hann í burtu með bara kúinu sínu. Og aftur Skyfer dropið hérna. Þeir þurfa bara að sýtja núna eftir barónin. Hvað er þetta? Já, fyllur útlaga læs. Að sjálfsögðu. Hann er að reyna að taka þetta. Smætt. Og það er Tímo sem næri. Vel gert Tímo. Góður auka 25 gull fyrir hann. Þar að ekki færa hann krabban. Það er bara aftur í topplinni. Já, bara. Settis telur blábu fyrir mikið að vera. Já, ég veist að það er hægt að vera bara grúpa topp og vera siege núna. Ég meina Settis er orðinn svo virkilega fett að hann gerir svo mikinn skaða. Þeir bara geta ekkert gert í. Ég meina, þetta var litspenn að taka á Skyfer og hann er bara dáinn. Og halda áfram inn. Gessu droppir hérna aðeins og Belieber fer hérna beint inn á Danikul og tekur hann út með Q basic attack í rauninni. Double kill fyrir hann núna
og það er XP sem fylgir, það er ætla hann dæfi í fontinu fyrir White Lucian. Kom svo. Býð eftir cooldowns. Nei, hann fer ekki í það. Ekki nógu greedy en Ground Zero vinna þetta með full smite liðinu. 29-16. Eitthvað sem maður bjóst alls ekki við. Þetta var hressandi leikur. Já. Þetta var skemmtilegt, þetta var fjörut. Bara vel spilað. Og já, þeir algjörlega spilaði þetta mjög vel. Belieber var virkilega fett. Fór bara með ótrúlega mikið og síðan þegar Settis er komið með Rabadons og Voidstaff þá... Já, Settis er búinn að sjá síðustu 10 mínúturnar en Belieberinn sá allt á undan. Hann held ég bara ástæða fyrir unnu svona hart. Með allri virðingu fyrir botlinu þá gekk þeim ekki mjög vel. En það bara skipti engu máli. Bara mjög öruggur sigur. Alls ekki, já, mjög öruggur sigur. Og já, nú tökum við smá örlítið hlé. Búist við að fá kannski viðtal núna eftir örfáar mínútur. Og já, við gefum ykkur bara update á því. Eða... Já, verðum við komin núna. Smá stund. Ætti að vera komið. En það finnst ekki eins og sigur. Það ekki? Bró. Mikið rétt.